og til hamingju með hann stórkostlega sigur hérna í fyrsta leik. Takk fyrir það. Hvílíkur leikur, hvað getur þú sagt mér þennan leik? Já, bara þetta var stál í stál alla leikinn. Þeir skrefi tveimur og undan eiginlega mest alla leikinn og já, svo bara setjum við stór skot þarna í restina, Basíl og svo Davids í horninu hana og já, ég veit ekki hvað ég á að segja eftir þetta. Já, þeir áttu alla rétt á að vinna þennan en við gerðum mjög vel að koma aftan hana inn til restina og taka þetta. Basíl, frábær í þessum leik. Hvernig er hafa svona mann í liðinu sínu? Bara gegja eins og við alltaf, ég meina hann hætti aldrei, hann var alltaf tilbúinn að taka stóru skoti, hann klúraði leiðubröðan rétt fyrir. Það hafði engin áhrif á hann grilla, sett svo stórt skoti eða bara í næstu sókn. Svo erum við bara með töffara eins og Davids sem setti þetta skotan úr restina eftir að hafa tekið kannski eitt skot fyrir það og bara, já, bara get ekki tala nógu vel þetta lið mitt, bara gegja. Ég veit ekki hvernig hljóðupptakan á þessu verður, því að það er þvílíkur hávaði hérna. Hvernig, þú veist, stuðningsmennirnir hérna, við höfum oft talað þá, en þeir virðast bara alltaf vera að toppa sig. Já, ég meina og svo, við erum bara geggjaði, skiljum við halda áfram alltaf inn í þessu og svo þegar það kemur eitthvað svona sem fóðrar stemninguna bara ennþá meira og þá færðum við eitthvað sem er í gangi hérna núna og sem er bara bilun og geggjað sko. En staðan er bara 1-0, þetta er langt frá því að vera búið. Það er... Já, ég er eiginlega bara ánægður með þetta núna því að þetta var einhvern veginn, við erum undir 5 stigum með 45 sekúndur eftir og bara maður var svona, já, heyrðu, ok. Það er auðvitað alltaf trú en maður var svona fann að tala við sjálf á því, þetta er bara eitt leikur ákveð gakk og ég meina bara að ná að klára þetta, bara risa dæmi, en við þurfum bara 0 stíl okkur og koma klári í næsta leik. Takk fyrir Pétur.